konan, ég á besta aldri, en ég vissulega einn af þeim sem að þrái betra líf. Það er að segja, ég hef undanfarin ár verið að leggja mig eftir heilsusamlegra lífi. Ég fyrirleita þegar ég var ung, fyrirleita af góðu heilsu. En ég fann að dýrka það eftir sem ég eldist. Og ég hef lesið tölvöld mikið af bókum Guðrúnar. Er þetta 21. bók? Nei, þetta er 19. 19. Ja. Og lesið tölvöld af bókum og svona reyndað leggja mig eftir því að heilsu, því að ég átti mig á því að og sem við trúum nú á eilífa lífið eða ekki, þá er ljóst að það mjög til örugt að við höfum það sem við höfum í höndunum núna, hér og nú. Þetta líf okkar nú. Það er líka það sem ég finnst okkur verkefna Guðrún og hún er öll að koma mikið inn á þessi bara innri gleði við því að hafa stjórn á lífinu. Hóttundu fyrir þessu. En ég vil bjóða Guðrúnu Bergmann hjartanlega velkomna. Ég veit að ég var með öfluga dagskrá í dag og ég veit að ég kom reynum handbólinn í ansi mörgum. Þetta er eitthvað 13. lögðarni röð sem við erum í ljósmyndadaginn, þannig að það er lítið gengið á. En ég vona að hún komi aftur til okkar síðan og veit að það er ýmsir að velta fyrir sem möguleika á námskeiði og fleira. Þannig að ég býð þig bara hjartanlega velkomna, Guðrún, og býð þeim að taka við fyrir því. Komið sælar, ég ætla bara á að breyka stelpunar. Æðislegt að sjá okkur og fá að vera hérna. Ég sleppi aldrei tækifæri til þess að mæta einhvers staðar fyrir utan Reykjavík. Því ég bjó í 15 ár út á landi og ég veit alveg hvað það eru margir sem ekki nenna út fyrir Reykjavík sem ég finnst alltaf svo sjálfsagt að segja já þegar að mér er boðið eitthvað. Og það sem ég ætla að fjalla núna er bókin mín, Betra líf fyrir konur á besta aldri. Titillinn hefur í rauninni tengingu við það að fyrir 2. nóvember 1989 þá stofnaði ég verslun sem heitir enn þann dag í dag Betra líf. Ég átti hana og rak bara í 5 ár en ég segi að hún hafi markað tímamót í lífi mínu þar sem að ég fór sjálf að leita eftir mínu eigin betra lífi og bókin er svona hugsuð sem pínu afmælisrit en svona gefin út í tilefni af þessum 32 ára. Nú, sonur minn, eldri, Guðjón Bergmann, hann er líka mjög duglegur að skrifa. Hann er í rauninni búinn að skrifa mun fleiri bækur heldur en ég held að hann sé konandi 24 eða 5 allavega og í dag býr hann í Bandaríkjunum þannig hann skrifa bara á ensku. Hann kom hingað til lands í sumar og við hittust og ég var að segja frá hugmyndum mínum í sambandi við bókina og hann sagði þú byrja Kristján Hreins að semja fyrir því ljóð til að setja á bókarkápuna. Það er ekki ljóð á bókarkápuna því ljóði var svo langt. En við langar að lesa það fyrir ykkur vegna þess að það er svo merkilegt að þegar maður sendir svona orðasnillingi eins og honum Kristjáni nokkra línur á blaði helsta efni sem ég ætla að fjalla í hverjum kafla í bókinni, bara í rauninni stikkorð og hann hringir í mig innan við sólarhring eftir ég sendi honum blaðið með ljóð sem fékk mig til að tárast þegar að lasa fyrir mig. En ég ætla að byrja á að fá að lesa það fyrir ykkur. Hinn skynsama kona skilur sitt hjarta. Hún skapaði sjálf sína fullkomnu þrá. Hún hugleiddi lífið og hætti að kvarta og horfði á það sem hún þráði að sjá. Hún fyrirgaf öllum og fjötran hún leysti og fann að heilsan var betri hver dag og á fegustu hugsun hún trúði og tristi með töfrandi lausnum hún valdi sinn hag. Hún sá það að líkaminn lifir og dafnar með lausnum sem skynsemin einn getur kennt. Þá sá hún að eindinni hugurinn hafnar því hjartað vill sækja og gæskunar menn. Hún fóðraði draum sinn með andlegu efni, fékk una frá vatni og hollasta mat. Það er gott að hafa vatnsglasi. Hún hugaði bæði að heilsu og svefni og hjartanu sinnti eins vel hún gat. Þótt líkaminn eldist, svo ungleg er sálin,
og uppsker með reynslunni viskunnar laun, því skulum við vandlega skoða öll málin og skilja það val sem við höfum í raun. Hver orsök fær framkallað allt sem við gerum og afleiðing birtist í himneskum brák, því veljum við hvers konar byrðar við berum og byggjum á reynslu hvern einasta dag. Ef bara við þyrftum að bíða og vona, vart bærum við ábyrgð á lífinu hér, en takmarki skilur hinn skynsama kona og skapar þann lífstíl sem ávaxtið er. Mér fannst þetta mjög frábært og alveg í anda þess sem að mig langaði til að skrifa í þessari bók. Ég ákvað hins vegar að hafa innganginn eða kynningun á bókinni í þessu formi að vera með mjög stuttan fyrirlestur og fjalla 5 af þeim 10 leiðum sem ég tala í bókinni að konur geti farið til að bæta líf sitt, af því að ég lít svo á að lífið snúist mjög mikið þau lífsgæði sem við njótum á meðan við erum á lífi. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá mér. Þegar ég fæðist þá kemur mjög fljótlega í ljós að ég er með mjólkurófá. Það eiginlega bara gerist leið og mánuðinn tekur mig að brjósti, þá verð ég magaveik og bregst á hinn ómögulegasta hátt við mjólk. Og því fylgir líka síðar miklar sýkingar í kyn- og ennisholum og svo fæ ég meltingarvandamál sem hafa fylgt mér allt mitt líf. Ég tel að hluti af því tengist og þess vegna skoða ég alltaf áföllin sem við höfum orðið fyrir í lífinu. Tengist því að ég var gróflega misnóttuð þegar ég var tæplega 7 ára gömul og í framhaldinu var ég ofsalega kvíðin, gagnvart öllum svona ytri kringumstæðum. Ég vissi ekki hvað hafði verið gert við mig í raun. Ég vissi bara að það var eitthvað hræðilegt og ég þorði ekki að segja eitt einasta orð eða segja frá því ég vissi ekki hvað hafði gerst, það var bara eitthvað hræðilegt. En ég fékk magasár, ég var á því þegar ég var 10 ára gömul sem þótti bara mjög fáheyrt í þá daga og í rauninni hélt svo bara áfram að vera með meltingarvandamál. Þau hafa verið stærsta vandamálið í lífinu þegar það takst á við meltingarvandamálið. Ég var sett í rannsókn á Borgarspítalanum, þá var pláss til að leggja mig inn í heila viku til að rannsaka mig og fólki hett út, líka að segja kvöldi sem það kemur inn, þá sístóri aðgerð eða eitthvað. Og þegar rannsóknin lauk þá settist læknir niður mér og sagði að þeir fyndi ekki neitt að mér. Svo ég hlyti að vera með psykosomatíska sjúkdóma sem þýðir ímyndunarveiki. Þannig að ég hélt áfram að vera veik en fann enga lausn. Svo ég bara rétt 20 þegar ég byrja sjálf að leita og lesa mig til í alls konar, hvað ég segi, þau fáu heilsubókum sem voru til þá. Og ég var náttúrulega bara fálmótt í loftið og gera einhverja tilraunir, hafði engan stuðning eða ekkert sem til að hjálpa mér. Og það ekki fyrir en ég 35 ára gömul að ég greint með kandídasveppasýkingu af tæknimálasjóði. Sem ég dásalegt. Hann hafði verið uppbúið svona nálastungutæki og nálastungutæki hann kom og var að konan hans vann hjá okkur og hún sagði að hann hlýtur að geta hjálpt þetta því það var alltaf eitthvað að mér og enginn vissi hvað það var. Og hann kom og setti á nokkra húta hjá mér og mér leiði aðeins betur og svo í næsta skipti því ég hitta þá sagði hann, held ég viti hvað það er. Og lánaði mér bók og svo bók heitir á frumálinu The Yeast Connection og ég settist niður til að lesa, ég mátti hafa í 1 sólarhring svo ég þurfti að lesa mjög hratt. Og ég settist niður til að lesa þegar strákarnir mínu voru farnir að sofa eitthvað rétt rúmlega 9 að kvöldi til og ég las til 3:30 morguninn. Og eiginlega á hverri blaðsíðu voru skýringar á því sem að mér var og þar í rauninni hefst mitt eiginlega bataferli og breyting á lífstíl og öðru sem síðan hefur bara haldið áfram að þróast. Nú, ég misti mann minn árið 2004 og það mikið áfall, alveg saman hvað, hvort fólk jafn teikt eins og við vorum með þess að við náttúrulega bjuggum saman og unnum saman og bjuggum á þeim tíma á hellnum. Þannig að við vorum saman 24 tíma á sólarhring, svo það var mjög mikið áfall þegar hann var og ég tók við rekstri hótelsins sem vorum á hellnum og vann yfir mig.
það var eiginlega, og glemdi algjörlega að hugsa sjálfa mig, það var allt annað sett í forgang heldur en að passa upp á heilsuna, ég vissi allt sem ég átti að gera. Það byrjaði daginn alltaf mjög vel, en svona hádegi þá var allt komið úr skorðum og í rauninni bara borða það sem hendur á næst og haldi áfram að vinna. Svo þegar maður vinnur 6 mánuði á ári, 18 tíma á sólarhring, þá náttúrulega gefur sig eitthvað, það segir sig sjálf. Svo ég var orðin mjög veik 2010 þegar ég séð hótelið, í rauninni bara til að bjarga heilsunni. Við höfum oft rætt það, ég og syni mínu sko, ef ég hefði haldið áfram, þá hefði ég kannski búið til eitthvað aðeins meiri pening, en ég væri örugglega dáin eða eitthvað staðar mjög illa haldin. Þannig að stundum tökum við ákvörðun þess að við verðum að setja heilsun okkar í forgang. Og ég held að þessi lífsreynsla sem ég fór þarna í gegnum, ég var í raun 2 ár óvinnufær eftir þetta ferli, að hún kenndi mér í raun hversu ofboðslega mikil sem virði heilsan af því þegar við erum rúmliggjandi 34 daga í viku og getum ekki verið þáttakendur í lífinu og þurfum að hafna boðum og öðru þess aftar út af því að við höfum ekki orku og þrek, að þá erum við í rauninni bara á varamannaverknum í lífinu. Og ég persónulega vil frekar verið í leiknum, ég veit ekki ykkur, þannig að mér finnst varamannaverknum ekki skemmtilegur. Ég fór í gegnum ferlið og það sem ég hef síðan lagt mér fram að gera eftir það var að kenna öðrum leiðir sem við geta farið til þess að bæta heilsuna. Af því að stundum þurfum við bara að gera litlar breytingar til þess að ná árangri. Ég var mikið með Hallgrími hérna Magnússyni, það einmitt gerist þarna upp úr því að ég greindi með kandídasveppasýkingu, að þá bý á Seltjarnarnesi og Hallgrímur opnaði þar læknastofu. Við vorum skólasystkini úr Vestló og svo skildu bara leiðir eftir skóla og þannig hittust við aftur með sameiginlega áhugamál, kom í ljós að hann var búinn að vera að pæla mikið í kandída, svo við förum að vinna saman og halda fyrirlestra og gerðum eitthvað sem ekki væri hægt að gera. Við héldum fyrirlestur sykurfíkn og kandídasveppasýkingu og fylltum 220 manna sal í Háskólabíói. Það vissi engin neitt og það vantaði alla upplýsingar. Svo við skrifum bók saman sem heitir Kandídasveppasýking og endur skrifum hann svo aftur 2011. Þannig að þetta voru svona byrjunin á því sem vorum að gera. Ég byrjaði náttúrulega strax 1990 þegar ég kom með einhverjar upplýsingar og eitthvað sem ég veit að deila þekkingunni. Ég þeirri áráttu búin að ég þarf endilega að segja öðrum frá því sem ég búin að læra og hjálpa þeim ef það getur eitthvað gert fyrir það. Svo ég með 30 ára reynslu af námskeiðahaldi. Þetta allt svolítið niður, námskeiðahaldi á mér á þeim tíma sem ég var ein með hóteli, en ég hef núna upp á síðkastið undanfarið tæp 5 ár, það verður 5 ár í mars á næsta ári, haldið þessi hreint mataræði námskeið og það eru núna rúmlega 1700 manns sem hafa tekið þátt í þeim og þau hafa verið að skila fólki alveg ótrúlega góðum árangri og hjálpa fólki að leggja grunn að góðri heilsu í raun ef að fólk sér vil fylgja ákveðnum svona grunnprinsipum eftir. Ég er búin að skrifa 19 bækur, þar segja þetta er 19. bókin mín og og ég ætla að skrifa maður verður vel að svona svolítið, nei, ég segi ekki búin en mér finnst ennþá svo mikið af upplýsingum sem ég þarf að koma framfæri þegar mér langar til þess að halda áfram af því að það bara er eðlilegt. Ég skrifa það mjög mikið af greinum og pislum. Ég skrifa á vefsíðunni mínu eina grein í viku, 52 vikur á ári, þannig að ég er með mjög mikið af fræðsluefni sem það er hverjir eru á póstlistanum minn, einhverjir inni sem eru á póstlistanum minn. Ég veit að einhverjum konum, já, ok, þú til tvær, já. Að það þið getið skráð, það kostar ekki neitt, bara inn á guðrúnbergman.is, en þar er aðgangur að fullt af efni og fullt af matristu, uppskriftum og öðru þess að þannig að það er fullt af efni sem ég sett fram þar. Það sem ég langar til að spyrja ykkur núna og við bara þess að hugsa augnablik, þið getið loka augunum af því að ég bið fólk venjulega að gera það. Vil ég sjá fyrir ykkur hversu gömul við ætla að verða. Bara að þess að loka augunum og sjá hvað að tala kemur við. Við erum búin að sjá töluna, þú opnið augun aftur. Og hvað er það gömul?
Það var bara svo skrítið, það kom bara 100, ég bara á þess að ég var að hugsa það, sko. Frábært, ok. Já, 100 líka, það er svo skrítið. Ok, það svífur 100 salin, en margir aðeins sannlega 100. Já, ok, Ég er 97, hugsaði ég. Já. En sko, það er mjög svolítið, ástæðan fyrir ég spyrir þessu, það er svolítið mikilvægt að gera sig grein fyrir því hversu gamalt maður ætlar sér að verða. Það er ekki sem segir við náum endilega þessari tölu, en líka að hugsa hvernig ætlum við að verða gömul. Vegna þess að það er ekki til dæmis mikið langlífi í minni fjölskyldu og ég er búin að setja mér það að ég ætla að verða 95, sem myndi því að ég yrði örugglega elsta manneskja í fjölskyldunni. En móðir mín, hún dó frá minni þegar hún var 77 og faðir minn dó þegar hún var að tæmlega 82. Og það er svona þennan aldur sem að fólk er að deyja. Ein móðursystir mín, hún dó þegar hún var 92, en hún var blind af sykursýki síðustu 25 árin, mjög sjóndöpur í 5 ár og svo bara blind 20 árin. Og hún var algjörlega út úr heiminum með Alzheimer's svona einhverstað 15 til 18 ár, það náði enginn neginn samband við hana. En við getum lifað ofboðslega lengi, en það þýðir ekki endilega að við höfum lífsgæði. Svo það sem við gerum, það ræður svo rosalega miklu það hvernig við eldumst og hvernig heilsan okkar verður. Og af því að konur eru hér í meirihluta inni, að þá er til dæmis mjög mikið mál fyrir okkur að gera okkur grein fyrir því að 2/3 hlutar þeirra sem eru með Alzheimer's í dag eru konur og sykursýki sykursýki típu 2 er oft fyrirboði Alzheimer's og í dag er ekkert sem að læknar Alzheimer's en það er fullt sem við getum gert til þess að passa upp á líkamann okkar til þess að koma í veg fyrir það. Þannig að ef við hugsum vel okkur að þá eru allar líkur á við eigum betri framtíð og eigum betri lífsgæði með við lifandi. Og svo ég var með fyrirlestur núna í vikunni í Reykjavík og var einmitt að tala við konur og ég segi sko, það er gott að ákveða eitthvað til dæmis hvað við ætlum alltaf að geta gert, þið viti. Er það að geta beitt sér niður til að tala við barnabörnin til þið, á hækjur, getum við að hafa þann styrk í fótleikjunum. Hjá mér er það að hefur að gera með liðleikan og svona smá teika á ískistauginni. Það er að geta alltaf beitt mig fram og snert gólfið með lófanum. Af því þið vitið, það er svona merkjum það sé ennþá sveigjanleiki og styrkur í líkamanum. Svo við getum mælt okkur með ýmsu, en það er bara gott að gera sig grein fyrir því að það eru þessar mælingar sem hjálpa okkur og markmið, af því ef við ákveðum að við ætlum að ná einhverjum ákveðnum aldri og við erum kannski stödd hér, að þá náttúrulega byrjum við kannski að hugsa svolítið öðruvísi leiðina sem framundan heldur að ég ætla að lifa lífinu lifandi. Ég segi, fyrirgefið, hver lifir lífinu dauður? Þetta er bara fáránlegasta sem ég heyri fólk segja að við erum auðvitað öll lifandi. En það eru gæði lífsins sem skipta mestu máli. Og eina af þessum 5 leiðum sem ég langar að tala ykkur, það er mataræði. Og mataræði, sko, það sem ég er búin að læra á þessum 30 árum á leiðinni til betra lífs, er að maturinn, alveg saman hvað ég gerir mikla líkamsrækt eða hvað ég tek inn mikið af bætiefnum, ef að maturinn er ekki réttur fyrir líkamann minn, þá er heilsan ekki góð. Þannig mataræðið er eldsneytið okkar. Og það er svo gott að byrja að hugsa það sem slíkt og það sem sko, af því að ég þýddi á sínum tíma bækurnar og blóðflokkavandræði og við gáðum það mikið á Gulliheitin, að þá eru 4 aðalblóðflokkar, það er O, það er A, það er B og það er AB og það ættu allir að forðast mjólkurvörur nema B. Hversu margir eru í B hérna? Vitið það? Yey! Ég hef nú þetta En sko, mjólkurvörur eru bólguvaldar, eru slímmyndandi, búið til vandamál í ristlinum og slímmyndunin er í rauninni kannski stærsti skaðinn, pluss að í mjólkurvörum er bæði laktósi og kasein sem getur búið til alls konar óþolseinkenni hjá fólki. Nú, hverjir eru í ástarsambandi við brauð?
Hverjir elska brauð? Halló, ekki fleiri hendur sem fara á lág. Hérna sagt það sjálfum, sko. Ég segi það erfiðasta í mínu lífi var þegar ég greip með glútenóð og það var að slíta þessu ástarðsambandi við brauð vegna þess að ég bara elskaði brauð og ég örugglega hef búið til fullt af mínum eigin vanda því að til dæmis þegar Gulli heitinn dó að þá borðaði ég brauð í morgunmat, svo borðaði ég kannski eitthvað brauð í hádegismat og það var ekki glútenlaust en það var frá brauðhúsinu í Grímsbæ og allt það og svo borðaði ég brauð í kaffinu og svo bjóði ég til einhvern svona léttan grænmetisrétt á kvöldi. Skilji, brauð var bara uppistæðar af því ég var ekki eldamennið. Af því ég leit ekki svo á að ég var eldamennið því ég var bara eldamennið. Skilji, þannig að það er þetta að við gleymum að hugsa okkur sjálfar sem að skipta svo miklu máli. Svo leið og við getum minnkað brauðneyslum ykkar að þá líka grænmeti og það léttir á ristlinum af því að brauð við tilhengu til að sitja svolítið lengi í ristlinum. Nú, að hætta gosdrykkjaneyslu. Gosdrykkir eru mjög skaðlegir fyrir okkur og ég fjalla nánar það í bókinu til dæmis að gosdrykkir mjög slæm á beinheilsun okkar, þannig að það skiptir miklu máli að vernda hana því að hún náttúrulega, beinagrindin það sem heldur okkur uppi svo við viljum hún sé í góðu standi. Og sælgæti þannig að það eiginlega ekki hægt annað en að minnast á sérstaklega sælgæti vegna þess að það sérstaklega út af sykursýki típu 2 þess að hún alltaf svo áskorður og svo líka hitt að það er gott að skoða hvað í sælgæti og það eitt efni sem núna meira í sælgæti heldur en notað sem sætefni heldur en nokkuð annað og það notað í gosdrykkjum líka og það efni sem heitir high fructose corn syrup sem maíssíróp og þeir segja að það sé sko meira ávanabindandi heldur en kókaín og heróín. Þannig að það í reyns, þetta er mjög ódýrt sætefni og það þess vegna auðvelt að nota og það er líka notað í heilsustyrki. Þannig það stendur annað high fructose corn syrup eða HFCS á innihaldslýsingunni svo skoðið það endilega að þau kaupa eitthvað sem að þið haldið þessi heilsustyrki en getur verið með þetta í sig. Og svo eru sko alveg frá því ég byrja að lesa gamlar heilsubækur þegar ég í kringum tvítugsaldri, þá talað að bólgumyndandi fæði, það að segja svo kallar náttskuggagrænmeti sem eru kartöflur, tómatar, maís og paprika og fólk segir, akkur kartöflur, akkur þetta og akkur hitt þegar ég að tala þetta á námskeiðunum minni. Og það fyrst og fremst út af því það er bólgumyndandi og ef það myndast bólgur í líkamanum þá þetta á að það sé forveri annarra alvarlegri sjúkdóma. Svo það skiptir máli. Og svo náttúrulega drekka vatn. Hverjir drekka 1,5 til 2 daga? Yes! Flott! Mjög flott. Það með sko, hverjir drekka 5 bolla kaffi eða meira á dag? Þið tapir vatnsneyslunni á því að drekka svo mikið kaffi. Pluss kaffi fyrir illa með lifrina og illa með nýrun. Svo númer 2, það meltingin, það segja hvernig við meltum matinn sem við erum að borða og svo það losunin. Að Kínverjar tala mjög skemmtilega þetta í kínverskri læknisfræði, þeir segja bara rörið er svona lágt frá munni að enda þar með og ef eitthvað fer inn, þá ætti eitthvað að fara út líka. Og ef ekkert fer út, þá þýðir að úrgangurinn að safnast upp inn í okkur og ef við erum með leka þarma, þá lekur úr þarmanum út í önnur svæði líkamans og þá fáum við bólgur í liði eða eymsloverki, histoherum líkamann. Þannig að það í rauninni allt undir að meltingarvegurinn og meltingarkerfið sé sterkt og öflugt og til að tryggja til dæmis góða losun. Það skiptir mjög miklu máli að nota magnesium, sérstaklega magnesiumoxíð vegna þess að magnesiumoxíð losandi fyrir hægðirnar. Og eins nota sko góðgerla vegna þess að til þess að styrkja þarmaflóruna þá þarf að vera góð blanda eða góð samsetning í örvunflórunni og hún í rauninni í dag sett saman af 80% á að vera 80% góðgerla og 20% svona sveppagróður sem líka nauðsynlegur í meltingunni og ef við erum að taka inn alls konar efni sem
eins og sýklalyf og bólgueyðandi lyf, steralyf, ef við borðum mikinn sykur eða drekkum mikið gosdrykki. Ég sjálf var algjör kókisti þegar ég var yngri og ég meni ég get horft tilbaka og séð að allt það sem ég gerði þetta var að valda vandamálunum mínu, þannig að þau breyttust ekki fyrir en ég sneri lífstílnum við. Mjólkurvörur og ýmislegt annað, streita til dæmis, og þið getur náttúrulega hugsað það núna rétt fyrir jólin, getur búið til algjört ójafnvægi í örveruflórunni og þar sem að þar mátti stýra 80% á ónæmiskerfinu okkar, þá kannski ekkert mikilvægra heldur en að hafa þetta kerfi í lagi til þess að ónæmiskerfi okkar sé sterkt. Vegna þess að það í gegnum það sem við verjumst alls konar sjúkdóma. Og svo náttúrulega eru við öll mismunandi í mismunandi blóðflokkum. Þannig að við bregðumst á mismunandi hátt við sama áreiti, til dæmis eftir í hvað blóðflokki við erum. Númer 3 hreyfing. Og eina í rauninni sem hreyfingin þarf að vera hún þarf að vera nokkuð regluleg hjá okkur. Það segja ekki að við förum bara í göngutúr á veturna þegar veðrið er gott. Þá færum við sjaldan, er það ekki? Heldur að við færum nokkuð reglulega í cirka 30 mínútur á dag af því að það er búið að skoða það og reikna út að 30 mínútur fyrir þá sem eru 40+ mjög hæfilegur hreyfitími, svona lágmarkshreyfitími. Það er sjálfsagt hægt að fara í klukkutíma eða 1,5 þegar það ber undir, en ef við getum haldið okkur við þessar 30 mínútur, þá erum við að gera góða hluti fyrir líkamann. Og líkamsrækt þarf ekki að byggjast upp á ofæfingum. Við þurfum ekki að vera í 3 tíma á dag í ræktin eins og margir eru. Skiljið, af því að þá erum við líka að ganga á brjóski og beinum. Þannig það þarf að vera þessi balans á líkamann. Og svo hitt sem mjög gott og það er að standa oft upp úr stólnum heima. Af því við setjumst niður og stöndum bara upp þegar við þurfum að fara á klósettið. Eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er eitthvað sem ég þarf algjörlega að minna mig á, því þegar ég sest niður til þess að skrifa, þá alveg gleymi ég mér. Svo ég alveg bara trúnum og ég verð að vera með klukkuna á símanum stillta til þess að ýta við mér á klukkutíma fresti, svo ég standi upp og hreyfi mig og ég til þess að fá einhver svona smá örvun í blóðu, þá erum við lítið trampolín heima hjá mér, sem bara svona inni trampolín og ég hoppa á því í 5 mínútur og svo byrja ég að vinna aftur. Að þetta er bara til þess að búa einhverja hreyfingu til, svo ég til þess að örva blóðflæðinellas í fótleggjarnum. Svo er þetta hér sem að, ég er búin að lesa mjög mikið bók sem heitir Why We Sleep. Ég er í rauninni komin, byrja á henni núna í 3. sinn. Og hún er eftir mann sem heitir Matthew Walker og það var gaman að skoða metsölulisti hjá Einarsson daginn þar sem að þessi bók var í toppsæti yfir bækur á erlendum tungumálum og hann vill halda því fram, Matthew, að það hafi verið talað að svefn væri einn af 4 undirstöðum góðrar heilsu en hann vill halda því fram að svefnin sé mikilvægastur. Og það sem hann er búinn að stunda svefnrannsóknir í rúm 20 ár og það sem hefur komið fram í þessum svefnrannsóknum meðal annars hversu mikilvægur svefnin fyrir líkamann, hversu mikil viðgerðarstarfsemi fer fram á nóttunni, hversu mikil áhrif svefnin og heilaköngullin hefur á hreinsun heilavökvans sem hjálpar okkur að losna við dauðar taugafrumur og annað þess að það og í rauninni fyrir alla heilsu líkamanns hvað við framleiðum í blóðkorn á nóttunni og ég veit ekki hvað annað Þannig að lágmarks svefntíminn okkar ætti að vera 7 til 9 tímar, 7 til 7,5 mjög flott og það sem hann hvetur til að fólk komi reglu á það hvenær það fer að sofa og hver það vaknar og helst að halda þeirri reglu alla daga, saman hvort það eru helgar eða virkidagar, til þess að það verður til ákveðin rytmi í lífsklukku líkamanns. Hann með innbyggða klukku og hún reyndar aðeins lengri heldur en 24 tíma, þeir að tala 24 tíma og 15 mínútur, en þessi innbyggða klukka, hún ræður svo ofboðslega miklu heilsun okkar. Og þannig að eftir ég fór að lesa þessa bók þá hef ég alveg passað, ég var orðin nokkuð góð með svefnin en þegar ég var að reka hótelið þá eftir 18 tíma vinnudag þá fór ég heim og sagði ég ætti dýrasta svefnbókapláss á Íslandi því ég átti
mjög flott hús sem var ég bara rétt kom í þegar til að sofa yfir nóttina. Og svo lagðist ég upp í rúm og svo bara starði upp í lofti að ég gæti ekki sofna af því að ég var svo yfirspennt og yfirkeyrt. Og það það sem við höfum tilhneigingu til sem gera, sérstaklega konur. Ég veit að karlar gera þetta líka, en ónæmiskerfi okkar kvenna oft mun veikara heldur en karlana, meðal annars út af því að ef við göngum með börn og fæðum á okkur börn, þá það þannig að á meðgöngunni þá gefum við allt það besta sem við eigum í líkamannum í barnið. Og þess vegna skortir konur oft bætiefni og annað þess aftar þegar eftir fæðinguna. Þannig að, og það hefur ekkert verið svona lögð áhersla á að bæta sér það upp. Og það ekki hægt að segja að við fáum allt úr matnum vegna þess að maturinn, jarðvegurinn orðinn mjög rýr af steinefnum. Þannig við erum ekki að fá þau úr matnum og plönturnar fá ekki meira heldur niður í jarðveginum. Þannig að það sem við erum að borða skortir bara oft þau næringarefni sem voru í fæðunni fyrir 25-30 árum síðan. Aðeins lengra, það eiginlega hægt að fara 60 ára eftir tíma. Vegna þess að eftir seinni heimsstyrjöldina þá svo mikið af alls konar efnaþróun sem hafði átt sér stað í hernaðinum og það var svo mikið efnaverksmiðjum og skotvopnaverksmiðjum sem voru til og menn tóku ákvörðunum, ríkisstjórnir og fleira, að það væri hægt til að byggja upp landbúnað aftur í löndum sem hefði farið illa út úr stríðinu, að þá væri best að búa til svona alls konar plágveiða og illgresisreiði og allt mögulegt og þá í rauninni byrjar eitrun og mengun jarðvegsins og mér finnst persónulega mjög mikil sinn að Ísland skuli ekki vera fyrir löngu komin allan landbúnað við rækta vegna sem við getum það alveg. Menn hafa sýnt að það alveg hægt. En svo ég fjalla reyndar ekki þennan þátt í bókinni minni en það samvera. Samvera ofsalega mikilvægt fyrir fólk og það hefur sýnt sig í samfélögum þar sem að fólk lifir til þess að verða meira en 1000 ára. Nei, 1100 ára, það var alveg nýtt tala, ok. En það sem að fólk sko í þeim samfélögum þar sem að flestir eru 100 ára eða eldri, eins og í Japan, eins og í, ég held að það heitir Loma Linda í Bandaríkjunum, þar stór söfnuður, man ekki hvort það mormona, eða alltaf það stór svona trúarsöfnuður og þar taka allir sér frí á laugardögum og sunnudögum, það bara allir á sunnudeginum, alla verslanir og allt loka, allir mæti í kirkju og það samvera eftir guðsþjónustuna. Það mjög mikið innan samfélagsins hjálp á milli fjölskyldna, en þetta stuðningur og mikil vinátta. Meðal Japanana, þar á Okinawa, þá þarna sérstakt svæði þar sem býr allir þessi fjöldi 100+. Japanir elskar karaoke, það fara allir í karaoke á kvöldin og dansa og mikið af þessu fólki ræktar sitt eigin grænmeti og það brosir ofsalega mikið til hvers annars. Þannig að það að við brosum, það að við heilsum, það að við tölum við einhverja sem okkur þykir væntum og svo líka þessi tengsla milli kynslóða sem kannski við þurfum að leggja svolítið meiri áherslu á vegna þess að þeir sem eru eldri fyrir vita ýmislegt sem hinir yngri vita ekki og í rauninni við getum allavega fengið þessi yngri til að kenna okkur á símann okkar eða Facebook eða eitthvað þess að það. Þannig að lærdómur milli kynslóða mjög mikilvægur. Ég með bókinu mínu með mér á sérstöku tilboði með 20% afslætti út af því að ég búin að vera með þessi kalla þakkarviku á póstlistanum mínu þess að ég bjóða hana á 3.590 krónur. Ég fékk mjög flottan ritdóm eða umsögn bókina í vikunni hjá henni Guðríði Haralds og mjög stolt af honum vegna þess að bækur mínar hafa nú ekki kannski, það matreiðslu bók eða eitthvað þess að það enginn að gefa henni með sérstakann ritdóm. Svo að ég var mjög ánægð og stolt af þessu og sérstaklega það að það sem hún að skrifa bæði bætiefnin að ég hef lagt mig fram að fræða hvaða bætiefni henta við hverju, þar segja ef við takast á við eitthvað í meltingunni þá ég með sérstakann lista fyrir það og svo ég með fyrir ýmislegt annað og ég blanda aðeins saman bæði náttúrulækningum og kínverskri læknisfræði og hugtökum úr þessum heimi sem mjög gott að vita því það ekki almennt til umræðu
og það gerðist daginn að ég bólnaði í fæti, einhver innri sýking, væntanlega, og ég hringdi í heimilislækninn og og hann segir svona, það rektast það er hækka sökk og hækka CRP eitthvað, ég verði að meðhandla þetta. Ég sé svona, hvað meinar meðhandla þetta? Já, sko, ég er að gefa þér sýklalyf, ég er bara að skrifa út af þér sýklalyf og ég segi nei. Þetta er í ristlinum. Þú veist, af því ég fékk verk nákvæmlega í ristilsvæðið undir ilmi. Bólnaði það. Og þá segir, já, það er hin fræðin. Þið veitir sko. Hann vildi ekki hlusta á það. Það var ekki þess sama. Svo ég sagði hann að ég veit ekki sýklalyf, ég ætla bara að finna jurtalyf til þess að vinna þessu sem ég er núna á og er að vinna á þessu. Þannig að það er bara gott að vita að við eigum alltaf val og mér finnst svo mikilvægt að gera okkur grein fyrir því að þegar við förum til læknis og læknirinn segir eitthvað eitt við okkur, það þýðir ekki endilega við þurfum að fara eftir því, skilja. Við getum leitað álits hjá fleirum. Við getum tekið ákvörðun hvaða leið við ætlum að fara. Vegna þess að ef ég hef farið þær leiðir sem hafa verið ráðlagðar mér í gegnum tíðina, þá væri ég lyfjasjúklingur, skiljið, því það er búið að ráðleggja alls konar verkjalyf og ég veit ekki hvað annað sem að mér var ráðlagt sem ég fór ekki eftir, að ég vildi komast að rót vandans og uppræta hana og það er ennþá þess ég leita og ég veit að alls konar áföll sem ég varði fyrir í lífinu hafa líka haft áhrif á heilsuna mínu. Og það er mikilvægt til dæmis fyrir ykkur að gera ykkur grein fyrir því. Og svo vil ég bara þakka ykkur fyrir að koma og hlusta. Ég er með, ég er að skrá núna inn á fyrsta hreintmatræði námskeið 2020 og það byrjar 7. janúar. Það er líka hægt að vera með í netnámi. En ef það er áhugi hér fyrir námskeiði, þá er ég alveg til í að koma hingað út í Eyjar. Ég myndi væntanlega, ég er með 4 fundi með fólki í Reykjavík. Það sem ég hef gert eins og þegar ég er á Akureyri, er að ég kem á 3 fundi og 1 netfundur. En þið fáið tækifæri þá til þess að spyrja mig og annað þess að þegar við erum með fundina. Svo ég veit ekki hver áhugin er, það væri athyglisvert að fá að vita. Ég þyrfti að vera með lágmark 10 manns til að koma, en eins ég segi, ég er til í að skoða það ef það er áhugi. Kári hefur verið að tala um hann hefði áhuga á að fá mig hingað, þannig að ef þið ekki segir neitt núna, þá getið allavega að tala við Kára, hann verður áfram. Og bókin mín er hér, ég er með 2 sýniseindök ef við líka kíkja á hana og hún er á 3590 í dag. Takk kærlega fyrir.